Orri Sigurjónsson. Orri, þetta er orðið að vera svolítið dramatík hjá okkur. Það er að klára leikina á lokasprettinum eins og við gerðum á Selfossi í síðustu umferð. Á að gera eitthvað svolítið á morgun. Ég ætla nú rétt að vona að þetta verði bara örugt og fínt hjá okkur á morgun. Það er fyrir að vera með einhverja dramatík. Orri, við erum að hitta fyrir leikina á móti Þrótti. Þróttarar, þeir eru komið höfumátt á eftir okkur, þeir eru með 13 stíg. En það besta við að þessi 13 stíg þeirra komu öll í útileikjum. Hvernig líst þér á það? Það er bara fínt, þetta verður bara hörkuleikur. Við stefnum bara 3 stigin. En að samanskapið fyrir okkur ekki alveg gengið nógu vel á heimavelli. Nei, við þurfum að fara að rífa okkur í gangi heimavelli. Þetta er búið að vera mjög slaft. Hefurðu kynnt þér eitthvað nánar hvernig leik við megum búast á móti Þrótti? Hvers konar taktík þeir eru svona yfir höfuð að nota í leikjum? Þetta er nú held ég bara ósköp svipað Þróttaralið eins og hefur verið síðust árs. Þetta er bara beinskipt og gott lið held ég. Við erum beinskeittari og kannski enn betra lið núna. Já, við erum bara að segja það. Orri, þetta er búið að ganga vel og þú hefur að byrja tímabili bara með látum bara mjög vel. Já, þetta er bara að vera svona nokkuð fínt, mætti vera betra. Er ekki hvetja fólk til að fjölmenna í stúkuna? Jú, það er alltaf gott að heyra eitthvað brálega hana í stúkunni, það hvetur okkur áfram. Svo er það náttúrulega svo skemmtilegir áhorfendur, það er ekki vesenni að þeim. Nei, ég hef ekki horfið bara neitt vesen sko, þetta er bara mjög gott. Hefur heyrt að á ekki að vera hamborgarar og þokkalega uppbytunin í Hamri fyrir leik? Jú, ég held að Geddi sé alltaf klár á grillinu, ég held að það sé ekkert öðruvísi núna. Geddi er grillkóngurinn í ár. Já, við verðum að segja, við verðum að gefa hann það. Þú lofar ekki að 3 stig á morgun? Já, ekki. Ég held að verði bara að gera það. Gangið ykkur vel. Takk fyrir.